Ja, alveg við erum komin hérna til Toronto, enn einn Fight Week framöndan, en áðurum fyrir að spyrja út í bardaðan, ætla að spyrja út eitt, nú margir bardaðmann að fara til One Championship núna og Bellator, að klára samningi sinn og fara svo í UFC. Hvernig staðan á samningum hans Gunna, hvað Gunni marga bardaða eftir á sínum samningi og þetta eitthvað sem þið myndi mögulega skoða, að klára samningin og fá önnur tilboð? Já, alveg, ég sé ekkert að því að skoða önnur sambönd eða það kemur til greina. Hann á, ef maður rétt, þrjá bardaða eftir, minni það, 3-4, þannig að ég sé ekkert að því ef það kemur ekki almennilega tilboð frá UFC, þá myndum við bara klálega að skoða eitthvað annað. Akkurat, að bardaðanum, hvernig bara líst þér á hann bardaða almennt gegn Alex Oliveira? Ég finnst þetta hörku andstæðingur. Gunni hefur náttúrulega áður sagt í viðtölum að við vorum svona eiginlega orðnir úrkóla vonar að maður fá einhvern rankaðan andstæðing og vorum alveg búin að sætta okkur við það að taka bara einhvern annan og bara hvert sem Gunni vildi bara fá bardaga og þannig að fá svona öflugan andstæðing sem hærra en hann á heimslistanum er bara alveg frábært. Öðru leyti náttúrulega Oliveira augljóslega stórhættulegur, enda eru allir hérna góðir sem eru komnir svona langt og hérna hann svona með vita viltur og það getur bæði verið hættulegt en það getur líka verið honum hættulegt á móti manni svo Gunna. Þannig að hérna ég bara nokkuð brattur með hennar bardaga þannig séð, þú veist, þetta veit maður aldrei, ég meina ég eiginlega brattur fyrir alla bardaga og þeir hafa nú farið svona upp og ofan sem hverjir en ég held að Gunni klári þetta. Var þetta ekki bara eiginlega besta í stöðinni að fá Alex Oliveira? Við hefði getað fengið eitthvað sem var ekki á listanum og fá Alex Oliveira og líka á svona stóru kvöldi? Jú, algjörlega, ég meina það var nú annað, við vorum búin að óska sérstaklega eftir Toronto, vorum búin að fá nei við því og við sáum fram að það reyndar að vera á öðru stóru kvöldi. Það var búið að tala 29. desember sem er auðvitað stórt kvöld í Vegas. Það eins og kannski ekki skemmtilegt að endilega eyða jólum og áramótum þar en við höfum auðvitað gert það. Masvidal var nefndur eins og fram hefur komið áður. Hann sagði nei, þannig að jú, klárlega að fá Oliveira á stóru kvöldi hér í Kanada náttúrulega bara magnað, algjörlega. Og ekki líka fínt að bara klára hennar Ponzinibbio bara á svona afgræna, þurfi ekki verið að tala þetta alltaf, minnast á þessi síðasti bardagi og allt það í kringum það? Ég sko, saman hvernig þessi fer og vonandi fer hann okkar manni í vil sko, en já, ég get ekki beðið eftir að geta hætt að tala þennan svindlbardaga þarna móti Ponzinibbio og fari bara að það sé ekki síðasti bardagi sem að Gunni var í. Já, ég er sammála því. Það ömurlegt. Ég veit, en núna var náttúrulega, já, Gunni alveg rótaður síðast og bursi frá öllum augpötum allt það. Heldur að þú verður meira stressað núna í hotninu heldur en áður, bara með hvernig síðasti bardagi endaði? Ég veit það ekki. Það er svo sem ekkert ólíklegt að ég verði eitthvað aðeins meira stressaður og það verður bara að hafa það þá. Ég veit þá laugardaginn en ég er nú með góða menn með mér þannig að ég vona að ég hangi uppi allavega. Nákvæmlega, en Gunni er á main-kartinu núna, það er búið að vera smá brasa á sig, því að ekki alveg vita hvar hann hefur verið á að vera á kvöldinu og þannig. Nei, sko, upprunalega var okkur sagt að hann main event á Fox, sem sagt síðasti bardagi á preliminary card eða uppbytun á bardagunum, sem er bara mjög flottur staður fyrir hvaða bardagama sem mjög áberandi staður og mikil athygli á þeim bardaga út af því að hann síðasti bardagi á Fox og fyrir pay-per-view. En síðan var hann færður upp á main card og auðvitað eðlilegt ef maður horfir á kartið og núna næstur á undan co-main event, þannig að það náttúrulega bara mjög gott mál, en við vorum alveg sáttir við hinn staðinn líka, þannig að ég svo sem engar, þú veist, betra að verra, jú, þetta á eflaust að vera ennþá betri staður og bara mjög gaman að vera á því, en fyrir vikið vera náttúrulega aðeins seinna íslensku tíma og
en ég býst ekkert við að íslenskir MMA áhuga menn séu neitt að fara að sofa þetta kvöld fyrir en að kartið er búið. Nei, nákvæmlega, og hvernig svona heldur að bardaginn spilist og hvernig heldur þetta endi? Ég er ömurlegur spámaður þessu, sérstaklega kemur að bardaganum að skunna. Ég sé þetta samt alveg fyrir, sko ég get alveg séð þetta fyrir mig fara allavega hana og ég náttúrulega trúi á okkar mann og ég get alveg séð hann fyrir mig bæði slá Ólivera niður en mér finnst líklega að bardaginn fari í gólfið og ef ekki bara segja rear naked choke fyrstu lótu. Þessi bara fín spá, takk fyrir tíman Óli.